Dear movie lovers, with the COVID-19 pandemic, we are all living in uncertain and challenging times. It has been especially difficult for culture and the arts. For example, most of the film festivals around the world have been cancelled or postponed. Here in Iceland, we are very fortunate to be able to organize the 21st edition of the French Film Festival, which will be held from the 4th to the 14th of February. Of course, in full compliance with the sanitary rules. Obviously, this edition will be different from the previous one. We have opted for a hybrid format, enabling you to enjoy the films either at Bioparadis or online. This year, no less than 14 different movies have been selected to showcase the richness and diversity of the Francophone cinema. I would like to thank our wonderful partners, Bioparadis and the Alliance Française, as well as the Canadian Embassy, which is presenting 3 films accessible online free of charge over the weekend of the 13th and 14th of February. So please check out the program. There is something for every taste, and enjoy. Kæri gestir, hjartanlega velkomin á þessa 21. frönsku kvikmyndahátíð í Reykjavík. Ég heiti Guðlaug Jakobsdóttir og ég er forseti Alliance Française í Reykjavík. Sem fyrr þá er fjölbreytnin í fyrirrúmi í myndavali, bæði gleði og sorg í bland. En það verður að segjast að ég er orðin ansi viðburðaþyrst eftir fremur snautt ár í þessum efnum. Og þess vegna þá ætla ég að segja ykkur aðeins frá viðburðum tengdum kvikmyndunum sem verða sýndjar. Þessir viðburði verða að sjálfsögðu haldnir innan ramma sóttvarnareglna og það verður einnig hægt að taka þátt í þeim online, að minnsta kosti flestum. Fyrst vil ég nefna bókaspjall í tengslum við 2 myndir, en það eru bækurnar Litla land og Múta. Þetta eru sem sagt samnefndar kvikmyndir sem verða sýndar. Bókin Litla land eða Petit Pays eftir Gaël Faye hlaut mikla athygli þegar hún kom út núna fyrir jólin í þýðingu Rannveigar Sigurgeirsdóttur. Samnefnd mynd verður sýnd í Bioparadis núna en eftir sýningu myndarinnar að þá langar mig að benda á viðburð sem verður haldinn í Alliance Française og það er bókaspjall með þýðandanum og fulltrúum forlagsins Angústúru sem að gáfu út bókina. Einnig annað bókaspjall sem ég minnast á að það er í tengslum við myndina Mútan eða La Daronne, en þessi mynd er einnig gerð til bók sem hefur verið þýdd á íslensku og heitir einmitt Mútan á íslensku. Þetta er saga 53 ára gamla ekkju sem að leiðist út í glæpastarfsemi af illri nauðsyn. En skáldsagan er eftir Anne-Laure Kjær og var þýdd á íslensku af Hrafnhildi Guðmundsdóttur. Eftir sýningu þessara myndar verður bókaspjall og það er haldið í bústað franska sendiherrans á Skálholtsstíg. Nú, íslenskir framhaldsskólanemar hafa undanfarið aðstáð okkur við að velja eina mynd á frönsku kvikmyndahátíðina og að þessu sinni varð myndin Un amour impossible fyrir valinu. Og þessi mynd er eftir Catherine Corsini, en 3 nemendur munu fjalla myndina á frönsku og íslensku rétt á undan sýningu hennar í Bioparadis. Að venju þá verðum við með klassíska bíókvöldu okkar. Nú verður myndin Casque d'Or eða Gullni hjálmurinn eftir Jacques Becker frá 1952 sýnd. Á undan myndinni fáum við góðan gest sem að fjallar myndina á íslensku. Fyrir þá sem er á dulspekilegum nótum þá vil ég vekja athygli á mjög áhugaverðri mynd eftir hinn 91 árs gamla Alejandro Jodorowsky sem heitir Psychomagique eða á íslensku heilandi list. Á undan myndinni þá verður stuttkynning á verkum Jodorowskys með Hallvarði Jóni Guðmundsssyni.
Og að lokum, við skulum ekki gleyma ástinni, en að kvöldi Valentínusardags að þann 14. febrúar að þá verður alveg frábær mynd sýnd, en það er Le Parapluie de Cherbourg eða Regnhlífarnar í Cherbourg. Þetta er rómantísk söngleikjamynd og sem er alltaf jafn gaman að sjá. Og fyrir heppna miðakaupendur að þá verður dregið út vinningar og sem sagt hægt er að vinna sér inn kampavín og gjafabréf á veitingastaðinn Apotek. En nú hef ég þetta ekki lengra og ég vil bara að þakka Bíóparadís og franska sendiráðinu og kanadíska sendiráðinu innilega fyrir gott samstarf og vil benda á það að það er hægt að nálgast allar upplýsingar bíómyndirnar og viðburðina á heimasíðu Bíóparadís og einnig á heimasíðu Alliance Française, af.is. Góða skemmtun! Kæru gestir, velkomin á frönsku kvikmyndahátíðina í Bíóparadís. Since this is an international event, I'm going to allow myself to continue in English, if that's okay. We are so honored to be able to host this very special film event. This is the oldest ongoing film event in Iceland. It presents us many great films every year from the French masters of cinema, so we are extremely honored to be a part of this whole legacy of the French Film Festival. I want to thank the Embassy of France, Ambassador Graham Paul, and Alliance Française, Guðlaug, for helping us make this happen, and all our other collaborators. Since we have a very special situation in the world today, so we are going to be offering this all online as well in Heima Bíóparadís. So I hope those of you who are not able to attend the film festival can enjoy it there. Welcome again and enjoy the French Film Festival.